Sérstaklega býð ég velkomna hingað fjölskyldu Bergvins, hingað komin og ykkur sem lengra eru komin og okkur heimamenn og gesti. Aðdragandinn að þessi móti var ekki langur, Lúðvík mun gera grein fyrir því á eftir þegar ég búinn að tala, en mótið helgað minningu Bergvins. Ég kynntist Bergvin fyrst 1965, þá var nú raunar eftir að ég hafði verið að tefla við Björn heitinn Þorsteinsson sem nýfallinn frá skákmeistara, kom til Eyja og ég hitti þá Bergvin og Maríu, eiginkonu hans sem kölluð Dúlla, hitti þau upp á Illögugötu og þar settust við niður og við vorum þá, ég og leiðinni, að tengjast systurdóttur Dúllu eða Maríu, sem heitir María, og við byrjuðum að tala saman og ég man ekki hvort af eitt glas af séniver sem kláraðist, en allavega kláraðist 3 ára fór á skákir og ég myndist ekki lengur á við Bergvin að ég væri enn verandi skákmeistari Vestmannaeyja. En hvaðan það árin liðu og hann tók virkan þátt í starfi taflfélagsins, teldi á nokkrum mótum og síðast en ekki síst eftir að hann kominn í útgerð þá drógu þáttöku hans, en þá leiddi hann lið sjómanna hér í árlegri keppni við landmenn og sú keppni átti sér stað alveg til 2003, 2004, 2005, 2006 jafnvel. Þannig að hún stóð yfir í 30 ár. Það gaman að sjá hvað margir taka þátt. Það eru minnstakosti 44 held ég sem að munu tefla hérna á eftir, örlítil forföll á síðustu stundu, en það komu líka nýir á síðustu stundu. Og ef við verpum núna yfir á næstu mynd, ég vona að mér takist það, að hér mynd af vinn okkar Bergvin sem var skipstjóri á Glófaxa og átti marga Glófaxa og áði marga hildina á sjónum, var lengi til sjós og féll frá eftir skammin veikindi á síðasta ári í september. Og við höldum áfram, hér eru þau hjónin og tekjum myndin fyrir nokkru árum hress og kátt þarna í góðum félagsskap og við höldum við áfram yfir á næstu mynd. Og þá kemur þetta svona með síðustu keppnum sem voru landmenn og sjómenn, þarna var teknir Sparisjóð Vestmannaeyja og hittum svona skemmtilega ámiskut fyrir mig að ég skyldi vera hérna að leiða landmenn við sjómenn og þetta var sem segi bara mjög ánægjuleg keppni og svo líður sagan. Þannig var að Taflfélag Vestmannaeyja er uppfærð að stofna 1926, þar komu svona deilð á milli, það var endurreist og endurreist síðast 57, höfðu starfað óslitið síðar. En á skákþingi Vestmannaeyja 1973, það var tefld umferð að kvöldi 22. janúar, það kvöld, það var næst síðasta umferð á skákþinginu, ein umferð eftir og ein biðskák í gangi. Og sú biðskák hún dróst og það var dálítið merkilt hún skyldi dragast, vegna þess að þó að gosi kæmi, þá voru þeir sem áttu hlutamáli, Andri sem er hérna og Helgi sem er hérna, þeir voru báðir hérna að vinna gos sumarið og gos árið. Helgi fór síðan í skóla haustið, svo liðu árin og áratugirnir og 20 árin seinna upp á dag, þá teldu þeir biðskákina og þeir teldu líka umferðina sem eftir var, þannig ég átti eftir að tefla við Helga og ég er hérna maður sem ekki var orðinn gráhærður og hvíthærður, það myndi ekki lengur. Helgi sem þurfti bara hálfa vinning til að vera skákmeistari Vestmannaeyja en hann náði út úr þessu einu vinning til viðbótar. En við kláruðum mótið allar skákirnar þarna og þá var mjög gaman að geta gert það. Nú, síðan komu þetta mörg góð ár á eftir og ég ætla að staldra við sérstaklega, það bæði voru hér 2 alþjóðlegu haldin og síðast en ekki síst var líka Íslandsmót í skák, var haldið hérna 1994. 12 keppendur í landsliðsflokki og mótið fór mjög vel fram og 3 urðu efstir. Og það dálítið sérstakt að allir þessi 3 sem urðu efstir,
Helgi, Jóhann og Hannes Hlífar eru allir með keppandi í dag. Og það finnst mér alveg meiri hátta gaman. Og árin liðu, Jóhann varð þarna meistari og var auðvitað svo margir meistari 2016 í manndrétt og sjálfsagt ykti maður á milli líka. En hvað það að í tíð Karls Gauta Hjartarsonar og Sverris Unnarssonar og fleiri hér í Eyjum þá tókst að rífa skákina mjög upp. Þetta í húsnæði taflfélagsins hérna við Heiðaveg og þetta frá Stúlkna skákmóti 2008. Þetta rosalega gaman að þessu, þetta skuli hafa. Við erum að koma aftur lífi í þetta, við erum búin að beturbæta aðeins húsnæði hjá okkur, komum með skjávarpa og annað, en þegar þáttaka var komin yfir 30 manns hérna þá vildum við vera í þessu húsi. Og nú ætla ég aðeins að víkja að þessu húsi. Þessa mynd kallar maður Horfinn heimur og þetta hérna húsið sem við erum að tefla í og þetta hérna hæðin sem við erum á. Og ef við horfum yfir þetta svæði, þá allt horfið, hver einasta eign á myndinni horfið núna í dag, nema þetta hús, þessi hæð horfinn, þetta hraunið komst hérna, hingað alla leið, braut þetta allt niður og allt umhverfið horfið, en þetta hús var yfir að skipulagsástæðum og þessi brú hérna. Meðal okkar hérna eru nokkri sem að unnu hér á hæðinni. Helgi Ólafsson vann hérna árið 1970, 71 og 72 og hann bar á borð hérna hjá konum frammi á borðnúmer 20, 21 og 22. Hugsaðu hver mann svona með Helgi Ólafsson. Hann var að segja þetta. Hann fekk stöðuhækkun og var settur í frystitækin hérna við hliðina en það var árið 74. Hann þekkti vestfjörðavél sagði mér og það fannst hann ástæðuna fyrir því. En svona þetta núna og við förum bara yfir í næstu mynd. Þessi mynd tekin í Goslokk. Það sem við erum stödd núna, við erum stödd eins og hérna. Þessi hús voru tvö, Hvannasundvegin komin hérna núna, við erum byggja hana, þetta hvítastóra húsið. Þetta hús var, hraunið fór inn í þetta hús, það var brotið niður, hingað og byggt nýtt aftur. En það horfið núna alveg nýlega eins og ég sagði. Þá hugsið ykkur nálaðina, en þarna var dælt gríðarlega mikið af sjó á hraunið, þannig að það var auðveldara að hreinsa það þegar til kom eftir gosið. Þessi myndi tekið 1978 í apríl. Það sem mótið fer fram og þetta sem sagt vinnslusalurinn hérna, þá unnu oft milli 75-80, borðnúmer 22 vist hérna, en við samt fyrir verki. Þetta ekki rétt Helgi? Jú, þakka þér fyrir. En hugsið ykkur það, en þetta hús notað til 1992-3, þá sameinast af vinnslustöðinni. Bergvin var einn af þeim sem var hluthafi í húsinu hérna síðust árum meðan hann starfaði og síðar hluthafi í vinnslustöðinni til að félögin sameinuðust. Og ég held að þetta sé nú bara verða að koma síðustu myndirnar og ég að svo mæltu þá ætla ég að gefa Lúðvík Bergvinssyni orðið. Gjörðu svo vel Lúðvík. Já, ég líkt og Arnar bjóð okkur hjartanlega velkomin og við áttum kannski ekki endilega vona á svona mikilli þáttöku en þetta eiginlega alveg stórkostleg þáttaka og gaman að geta átt þátt í því að halda þetta mót. Þetta mót á svona rætur sínar að rekja til þess að Arnar Sigurmundsson og Andri Hrólfsson töluðu við mig ekki fyrir margt löngu, 3 mánuðum síðan og nefndu það hvort að það væri möguleiki að halda minningarmót pappa. Pappi var margt ágætur skákmaður en kannski var aldrei mikill tími til þess að æfa skákina. Og það fór honum ekki síður að vera svona bakhjarl við taflfélagið og studdi það alveg fram á síðasta dag og það var það sem að þeir vildu, Andri og Arnar, halda nafni hans aðeins á lofti og okkur þótti vænt það og þess vegna vildum við leggja okkar að mörkum til þess að þetta gæti orðið að veruleika. Og það er þess vegna alveg stórkostlegt að svona margir skuli geta hafa séð sér fært að koma og svo hafa örugglega margir haft gaman að því að sigla hingað í morgun í þessu stórkostlega veðri. Arnar bað mig að hafa ræðuna ekki of langa, veit nú ekki af hverju það en mig langaði í þessu samhengi aðeins að þakka sérstaklega vegna þess að við fórum, þegar þessi hugmynd kom upp, að það ákveða að vinna úr henni með þeim hætti að nýta þetta tækifæri til þess að reyna að efla taflfélagið eins og hægt og reyna að tryggja að taflfélagið geti stutt betur við barna- og unglingastarf, sérstaklega hér í Vestmannaeyjum. Svo við lögðum hérna lykkju á leið okkar
og höfðum samband við aðila sem að mögulega getur lagt þessu lið og mér langar að þakka þeim sérstaklega og lesa þá upp sem hafa lagt þessu lið með fjárframlagi, þetta nú gengið út á það og þá ég hef búin að skrifa hér niður, það er Vinnslustöð Vestmannaeyja sem að leggur þessu lið og Binni Vinnslustöðin nefndi það sérstaklega að því að Vinnslustöðin er núverandi eigandi að útgerðarfélaginu Glófaxa, að það væri útgerðarfélagi Glófaxa, dótturfélag Vinnslustöðina sem leiðir þessu lið. Þakkum fyrir það. Dalarabbi eða Þórður Rapp Sigurðsson styður sérstaklega við þetta. Herjólfur gerir það, Bonafide lögmenn einnig, Huginn, útgerðarfélag, Íslandsbanki, Skipaliftan styður við þetta, Vélsmiðjan Þór, Geisli, Faxasker, Frár, Bergur Huginn, Tryggingamiðstöðin, Skeljungur, Grandi og N1. Allir þessir aðilar ætla að leggja þessu lið og leggja fjárframlag inn á reikning Tafélags Vestmannaeyja, þannig að Arnar kemur mjög búralegur til leiks í haust, held ég. Ég vona það. En allavega þessir ætla að leggja þessu lið og eins ákváðum við fjölskyldan að leggja Tafélaginu lið á þessum tímapunkti. Ég held að sonur minn sé hérna með umslag sem við ætlum að, já, það er hér. Þannig við ákváðum eftir langa stjórnarfundi og mikla vinnu, þá ákváðum við að fjölskyldan sameiginlega að leggja smá fjármuni til Tafélagsins og mér langar eiginlega að biðja systur mína, Magnu, að koma upp. Við ákváðum að styrkja Tafélagið 500.000 krónur og við ætlum að biðja Arnar að koma og taka við þessari bíl. Já, það er kannski að fá eina mynd af okkur hérna. Já, það vil ég svo vel. Komdu Arnar, þú ert aðal maður. Mamma. Komdu. Ég verð hérna megin bara. Bandi komdu líka. Og Arnar, komdu verður með á myndið. Þú sá sem heldur utan á þetta. Við erum góðir. Það er æðislegt að hafa hérna í augunum á Halla hérna. Og svo gleru. Þetta er svort og En af þessu sögðarna þá held ég hafi staðið mér tiltölulega þokkalega að vera stuðborður og gefa Arnari orður og ég held að hann farið smá svona að komast í það að gera það sem ég ætlaði að gera, það er að segja þetta. Ágæta fjölskylda og keppendur og gestir. Þetta er alveg frábært að fá svona fréttir. Nú það fyrir að styttast í mótið. Ég býst ekki við miklum árangri á mér, ég hef tæplega Íslandsmeistari, en ég held ég muni eiga eitt. Það liðu 53 ár á milli þess að ég var kosinn formaður í Tafélag Vestmannaeyja. Ég held að megi leita nokkuð víða. Og nú var ekki þannig að ég hefði setið í 45 ár og liði kannski nokkur ár á milli, því ég var 3 ár fyrst og svo var ég kosinn nákvæmlega 50 ára seinna. Það átti að vera 1 ár en það er orðin 3. Verða kannski ekki endilega mikið fleiri, en að taka þátt í að útbúa þetta mót og þið skuli mæta svo vel og fjölskyldan skuli styðja þetta svona frábærlega og fyrirtæki hér í bæ og utan bæjar þetta frábært. En að svo mæltu, þá ætlaði ég biðja Kristján Örn Elíasson. Kristján, vilt þú útskýra reglurnar hérna inni, er það ekki best? Og svo farið menn bara fram, gjörðu svo vel Kristján. Við erum semst með tölvuna. Já. Þræl, öflugur og vanur, Reykjavíkurmótinu núna síðast, gjörðu svo vel Kristján. Já, þetta eru 8 umferðir og við náttúrulega notumst við venjulega skákreglur. Við vorum að hugsa að biðja ykkur náttúrulega að slökkva á öllum farsímum og það er allir að hafa í smartúr en það er bannað líka. Við vorum að, ef ekki halda okkur við það að við viljum bara slökkva á símum og það er faktisk tökurskák ef það gerist. En við vorum að ákveða að hafa það samt þessu móti, ef það myndi gerast þá eru 2 mínútur refsing en vinsilega slökkva á símum, það er þá 2 mínútur sem svo tapað. Og það er best að skilja síman bara einhvers staðar eftir
og svo náttúrulega tilkynna úrslitin, en ég ekki alveg klár með þetta núna, það klikkaði tölvan, ég að setja upp aftur. Tilkynna úrslitin, sá sem vinnur, eða hvítur. Og þið svo sem þekkið þessar reglur, flest ykkar. Með ólögu leikur, það tveir ólögu leikir tapar skákinni og einn ólögu leikur 2 mínútur í refsjúk. Það ekki bara komið þá. Og snertur maður? Já, snertur maður hefur alltaf. Meira sem þarf að Ég er að fara hérna, ég þurfti að setja þetta upp nýtt. Ég ætla þess að bara, það er ágætt að menn komu og aðtöku þessu inn og eftir þegar við förum fram. Já, en þegar við að byrja sem sagt. Já, við byrjum ekki fyrir kannski 5 mínútur. Þetta gler fínt og einhverju fleiri sem vilja tjá sig? Íris gjörðu svo vel. Íris Róbersdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja. Mér langar bara að koma hérna upp og óska skákfélaginu og fjölskyldunni til hamingju með þetta glæsilega mót. Og ég því Arnar með svona sögutengingar, þá var ég að vinna á Hótel Þórshamri þegar Íslandsmótið fór fram og ég kannast við nokkur andlit. Og ég geti nú sagt góða sögur af ykkur strákar mínir af þessum dögum. En ég læt það vera. Mér langar bara að óska skákfélaginu til hamingju. Það er frábært að sjá þetta líf sem er að koma aftur í skákfélagið og búið að vera núna í vetur, einmitt í barna- og unglingastarfinu, koma því aftur í gang og svo náttúrulega þótti mér og þykir óendanlega vænt Bedda og mér finnst dásamlegt að minningu hans sé haldið svona á lofti. Bara gangi ykkur vel. Þú ert ekkert að vera að klúra þessu, Lóli? Já, það var. Alveg til, skoða þetta bók. Hvað er það ykkur? Já. Það gera sjálf. Byrja núna? Já, það gera sjálf. Og horfðu svona á myndavélar? Ekki rétt. Lektu bara að horfa á myndavélar, þetta er. Ég heilsa þér líka þá. Maður heilsa venjulega anstæðingum. Ertu góður við hann? Ertu góður? Lúlla minn. Við leggjum stað með þessi tilmæli. Heyrðu við. Gömlu góður. Ætlaðu að skipuleggja þannig að mamma myndi leika fyrsta leik? Já. En þú verður þá lofa að kenna henni ekki með villa þér. Það er rétt að... Ég á ekki, ég trúi því heldur ekki að fylgi þú.
Að lokum þessa ágæta allskákmóts fyrir minningar Bergvin Olsson sem að Taflina Vestmanni og fjölskylda Bergvins hefur staðið fyrir. Og ég ætla nú að lesa úrslitin og að þeim lestri loknum ætla ég biðja þá sem að kosti hérna upp að fara með okkur hérna afsíðist að gangu á pappírunum. En hvað það? Að úrslitin eru þau að í fyrsta til öðru sæti voru Jóhann Hjartarson og Hannes Lívar Stefánsson báðir með 6,5 vinning en Jóhann aðeins ofar á fjóri. Síðan í 3. til 5. sæti eru Helgi Ólafsson, Hjörvar Steinn Gretarsson og Þröstur Þórhallsson og með 6 vinningar 8 möguleikum. Þetta er búið að vera mjög drengilegt mót sem farið vel fram og við gerðum ráð fyrir því að við myndum ljúka klukkan 7, það mun standast og sem er þetta mjög gott og ég vil biðja þá sem er í 3. til 5. sæti að koma fyrst ekki og sem sagt Helgi Ólafsson, Hjörvar Steinn og Þröstur gjöru svo vel, komið hérna upp og magnaðar fyrir hans fjölskyldarna að það er óskum til hæmingi en þá þurfum við að setja hérna í bóðin og skipta pengnum. Mælum að biðja þá Jóhann Hjartarson og Hannes Lívar að koma hérna upp. Taka piltur og mynda. Já. Það eru margar myndavélar í gangi. Það er eftir það. Rétt saman, það rétt saman. Það getur ykkur haldið að ég var í sigurverðin. Það er móða Að þessu mæltu þá vil ég biðja þá sem eru í fyrsta til öðru sæti Jóhann Hjartarson og Hannes Lívar að koma hérna upp. Við skiptum bara umsljóðum á eftir. Okkur grunaði þetta gæti orðið svo jafn að við erum að gera ráðstafanir sem miðast við þetta. Og það er gaman að því að Hannes Lívar, Jóhann og Helgi að þeir voru í fyrsta til 3. sæti á skákþingi Íslands 1995 í Vestmannaeyjum og áður það NBA rúmum mánuði síðar. 94, 25 ára seinna fyrsta sæti mækjörna, 4 á flatmenn svo sagt ég sko og heyrðu aftur sæti. En svo er þetta nú bara lífið sko, en í 5. sæti og mjög gaman að því. Og tölum ekki einhver öllum sem að tóku þátt í þessum móti, við erum ákveðlega þakklátt fyrir þessa góðu þáttöku. Þetta húsnæði sem að hýsti áður Friskihús hefur aldrei verið notað fyrir skákmót áður og þetta eru 1000 fermetrar og við notum hérna þetta opna rýmismæður. Þannig að þetta er aldeilis fínt. Og Kristján Örn, innilega þakki til þín fyrir frábæra stjórn á þessu. Ykkur keppendur sem eru komnir bæði lengrað og hérna innanbæjarfólk, þakkum við kærlega fyrir góð þátttökumótinu og drengilega baráttu. Félagið var tíma í efstu deild í Íslandsmóti skákfélaga. Við ákváðum að rífa seglin fyrir nokkrum árum og hófum uppbyggingu, en oftast gerum við uppbyggingu yngri mönnum, það er uppbygging með eldri mönnum. En hún hefur sinn tíma, þannig að núna erum við komið lið í aðra deild, við erum með lið í 4. deild og við stefnum á að koma að vera með 3 lið í næst og komast upp í 3. deild og svo býðum við bara, þetta er langtíma markmið sem kínverjunum sko, eftir ykkur áratugi eða 100 ára það ætlum við komast í. Takk fyrir það, innilega takk fyrir góða þáttöku á mótinu. Já, Karl Gauti er fyrrverandi formaður félagsins og hann hefur eigin hagsmuni í þessu óska eftir að fyrrverandi formenn taflfélagsins ásamt en núverandi sem hér stendur, það eru tekið mynd, sérstök mynd af þeim. Við verðum þessar rós. Innilega þakkir fyrrverandi formenn, það er 8 eða 9 fyrrverandi formenn, það er mjög gaman að því. Innilega til hamingju þeir sem eru allir komnir hérna, ég sé mótur í slíti og við vinningsmennina að koma með okkur hérna á síði. Þetta var snjöll og skemmtileg ræða sem hefur verið áðan og gott að vera að minna rifja þau starf Helga Ólafssonar í Fiskihús. Því að við tefnum á mörgum ólympíumótum og hann var mjög ofta að rifja þetta upp með miklu stolt störf sín og við vorum orðið svolítið breyttir á þessu þannig að enda með því að við fórum að kalla hann alþýðu hetjuna. Þá hætta þessu hljóðstæði. Það var ekkert skemms í því sko. Það er vel að þessu afreikum sínum í Fiskihús.
Heyrðu, þá er þetta orðið greið. Við höfum ekki bara ráða fyrir hérna eða svo. Við höfum ráða fyrir hérna. Bara eina mynd af borðaranum og svo skiptum við.